Ný ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna í burðarliðnum undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur. Samkomulag virðist verið í höfn milli þessara flokka Evrópusambandsaðild sem verið hefur helsti ásteytingarsteinninn. Forseti Íslands setti nýrri stjórn 4 skilyrði eftir að hafa fallist á lausnarbeiðni ríkisstjórnar Geirs Haarde. Kveðjurnar eru ekki vandaðar, Samfylkingin í tætlum og sjálfstæðisflokkur valdakerfi sem setur sjálfa sig ofar þjóðinni. Hið afgerandi við stjórnarslitin var Davíð Oddsson, segir Berlingske Tidende fjölmiðlar allan heim hafa greint frá falli ríkisstjórnarinnar. Geir H. Haarde forsætisráðherra verður í beinni útsendingu Íslandi í dag sem og fleiri stjórnmálaforingjar og stjórnmálaskýrendur. Við bjóðum gott kvöld og hefjum kvöldfréttir á viðburðaríkum degi í íslenskri pólitík. Já, við segjum ykkur fyrst frá því að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sprungin. Heimir Már Pétursson á Bessastöðum þar sem formenn beggja stjórnarflokka hafa fundað með forseta í dag. Fundurinn með Geir Haarde lokið, fundurinn með Ingibjörgu Sólrúnu átti að hefjast klukkan 6. Heimir, fundurinn með henni lokið eða? Nei, Ingibjörg Sólrún enn inn á fundi með Ólafur Ragnar Grímssyni forseta Íslands, kom hér stundvíslega klukkan 6. En hnútukostin eru þegar byrjuð á milli leiðtoga stjórnarflokkana því þegar Geir H. Haarde tilkynnti á Alþingi í morgun eða í hádeginu að ríkisstjórnin væri sprungin, sagðist hann ekki geta borið ábyrgð á því að Samfylkingin væri í tætlum sem væri megin ástæða þess að slitna hefði upp úr stjórnarsamstarfinu. Það var rafmagnað andrúmsloft þegar þingmenn stjórnarflokkana fóruð að tínast í Alþingishúsi fyrir klukkan 10 í morgun. Stjórnarslit lágu í loftinu eftir fundarhöld forystumanna stjórnarflokkana í gær. Geir H. Haarde var þungbúinn á þingflokksfundi Sjálfstæðisflokksins og augljóst öllum sem þekkja til hans að það voru ekki góð tíðindi sem hann ætlaði að færa þingflokknum. Þingflokksfundunum lauk hádegisbil og í hádeginu átti Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, fund með forsætisráðherra og hann ávarpaði svo fréttamenn að þeim fundi loknum. Það niðurstaða milli okkar formanna stjórnarflokkana að þessu stjórnarsamstarfi sé lokið. Var þetta einróma ákvörðun í þínu þingflokki? Við höfum rætt saman helgina og í dag við formenn flokkana. Og það fyrst og fremst eitt skilyrði sem að Samfylkingin setur sem að óaðgengilegt fyrir okkur sjálfstæðismenn og það það að stjórnarforustan flytjist frá Sjálfstæðisflokki til Samfylkingar. Samfylkingin vildi að í fjarveru Geirs frá störfum myndi Jóhanna Sigurðardóttir gegna embætti forsætisráðherra en það hefur tíðkast að varaformaður Sjálfstæðisflokksins færi með embætti forsætisráðherra í fjarveru Geirs. Þetta gátu sjálfstæðismenn ekki sætt sig við. Það hefur ekkert kannski færið á milli mála að það hafa verið mikil innanflokks átök í Samfylkingunni upp á síðkastið. Þau hafa gert okkur erfitt fyrir í samstarfinu. Geir sagði samstarf hans og Ingibjargar hafa verið gott en mikil fjarvera hennar hafi skapað óróa í liði Samfylkingarinnar þrátt fyrir að málefnalegur grundvöllur væri fyrir áframhaldandi samstarfi flokkana. Hann boðaði viðræður við forystumenn allra flokka áður en hann héldi á fund forseta Íslands. Og ég tel að eina raunhæfa niðurstaðan núna úr því sem komið sé einhvers konar þjóðstjórn. þar sem að flestir eða allir flokkarnir koma að. Geir sagði sjálfstæðismenn ættu að leiða slíka þjóðstjórn. Hann skrifaði stjórnarslitin algjörlega á reikning Samfylkingarinnar sem ekki hefði haft þrek til að halda samstarfinu áfram. Berð þú enga ábyrgð á því að ríkisstjórn undir þinni forystu liðist í sundur? Ég ber ekki ábyrgð á því að Samfylkingin í tætlum sem stjórnmálaflokkur. Já, Samfylkingi í tætlum, segir Geir H. Haarde, nú starfandi forsætisráðherra. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, svarar honum fullum hálsi og segir Sjálfstæðisflokkinn vera valdakerfi sem hugsi fyrst og fremst eigin hag og það fram yfir hag þjóðarinnar. Það hefur verið hrokafullt af sjálfstæðismönnum að hafna Jóhönnu Sigurðardóttur sem forsætisráðherra. Formaður Samfylkingarinnar segir að öfluga og trúverðuga verkstjórn þurfi til að axla ábyrgð á þeim verkefnum sem þarf að sinna. Hinn táknrænu breytingar fælust í því að Jóhanna Sigurðardóttir myndi leiða ríkisstjórnina og að það yrðu breytingar á Seðlabankanum strax. Og ég held að það sé algjör forsenda þess að fólk hafi trú á því sem við ætlum að gera á næstu mánuðum. Þetta var mitt tilboð og þetta snýst semst ekki mína persónu. Ég vil stíga sjálf til hliðar næsta mánuðinn, að minnsta kosti, og hefði talið að forsætisráðherra átti að gera það líka og við ætlum að gefa þetta svið eftir með þessum hætti. Þessu hefur verið hafnað af hálfu Sjálfstæðisflokksins
Og ég neita því ekki að mér finnst það nokkuð hrokafull afstaða af hálfu Sjálfstæðisflokksins sem að auðvitað ber megin ábyrgð á því hruni sem að hér hefur orðið, ber ábyrgð á því valdakerfi sem hér byggðist upp á undanförnum 17 árum, að við þessar aðstæður þegar við erum tilbúin til þess að starfa áfram með þessum flokki en undir nýrri forystu, að hann skuli ekki hafa í sér þá auðmýkt sem þarf til þess að taka í þessa útréttu hönd. Mér finnst að það mjög sérkennileg og kannski lýsa því að flokkurinn er valdakerfi sem að hugsa fyrst og síðast sjálfan sig, en ekki það hvað er best fyrir þjóðina við þessar tilteknu aðstæður. Geir sagði Samfylkinguna hins vegar nánast óstarfhæfa. Þetta er náttúrulega algjörlega rangt hjá Geir Haarde, því að ef hann bara horfði bekki hjá sér, að þá ætlum við ekki að fara að gera þessa ríkisstjórn hér að einhverjum vígvelli fyrir formannsframbjóðendur í Sjálfstæðisflokknum, og það er auðvitað mjög mikilvægt að þessi skýr forysta hjá þjóðinni núna og það sé ekki verið að bítast bitana. Ingibjörg, eru þið þegar farið að ræða við aðra flokka? Nei, ég hef ekki rætt við neina aðra flokka. Ég tel að þetta verði að ráðast í dag, ég hef löngu sagt það, þetta verði að ráðast í dag. En er þínum pólitíska ferli lokið? Já, það veit ég ekkert það verður bara að koma í ljós, það eru kosningar í vor, þetta ráðist ekki þar hjá mér eins og öðrum. Og Jóhanna Sigurðardóttir, sem hefur mesta þingreynslu og mesta reynslu á því að sitja í ríkisstjórn af þingmönnum Samfylkingarinnar, segir að það hafi verið fyrst rætt við sig það í morgun þann möguleika að hún yrði forsætisráðherra í nýrri stjórn og hún segir skoða þann möguleika með opnum huga. Telma Tómasson. Jóhanna segir að hennar fyrsta verk yrði að reyna ná fram því trausti sem nauðsynlegt milli stjórnar og þjóðar yrði hún forsætisráðherra. Hún vildi hins vegar ekki fara út í smáatriði enda var margt óljóst þegar við hana var rætt nú síðdegis. Við skulum nú skoða hvað þessi dagur beri skautið sér. Þetta var fyrst orðað við mig í morgun og ég þarf náttúrulega aðeins tíma til að melta þetta. Ég hef nú verið tilbúin í öll störf sem að ég hef verið beðin og ég vil auðvitað skoða þetta með jákvæðum huga en við þurfum vantarlega að mynda stjórn með fleirum þó að minnihlutastjórn Samfylkingarnir getur vissilega komið til greina ef við höfum stuðning Framsóknarflokksins og vinstri grænna en þetta þarf bara alltaf að hafa sinn tíma og sinn gang. Talið er líklegt að Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, gefi leiðtogum stjórnmálaflokkana skamman tíma til að mynda ríkisstjórn vegna þess efnahagsástands sem nú ríkir í þjóðfélaginu og alls ekki útilokað að mynduð verði utan þingstjórn. Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur mynduðu ríkisstjórn undir forsæti Hermanns Jónassonar, formanns Framsóknarflokksins árið 1939 og var hún kölluð þjóðstjórn. Sósíalistaflokkurinn sem var með 4 þingmenn var hins vegar utan stjórnar og því komu ekki allir þingflokkar að stjórninni. Á þessum árum var órófi mikill í íslenskum stjórnmálum eins og nú og skipaði Sveinn Björnsson ríkisstjóri utan þingstjórnar 1942 sem sat til októbermánaðar 44 og tók við að þjóðstjórninni svokölluðu. Stjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hafði óvenju stóran þingmeirihluta eða 43 þingmenn af 63 og veitti forseti Íslands Geir Haarde umsvifalaust umboð til að mynda hana. En nú er annað upp á teningnum, forseti ákvað í dag að kalla alla formenn flokkana á fund sinn og mun í framhaldinu væntanlega veita formanni einhvers flokkana umboð til að mynda ríkisstjórn. Það geta minnstakosti annarkvort orðið þjóðstjórn undir forseti Geirs Haarde með aðkomu allra flokka eða án Samfylkingarinnar. Annað stjórnarmynstur sem rætt hefur verið er minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna sem samanlagt hafa 28 þingmenn sem ekki dugar til. Framsóknarmenn hafa heitið því að verja slíka stjórn og vantrausti á Alþingi en með þingmönnum þeirra nýti slík stjórn stuðnings 35 þingmanna og þar með komin í meirihluta. Ef Frjálslyndi flokkurinn ákveður síðan að verja þessa stjórn einnig falli hefði stjórnin 39 þingmenn á bakvið sig sem er rúmur meirihluti. Formenn Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Frjálslynda-flokksins lýsa því allir yfir að ríkisstjórnin hafi hlotið dapurlegan hendi en eru þó allir reiðubúnir að ræða möguleika á myndun nýrrar stjórnar. Telma Tómasson. Formenn flokkana stigu í ræðustól og Alþingi þegar stjórnarslitin lágu fyrir. Formaður Vinstri grænna sagðist tilbúin að leggja sitt að mörkum. Við útilokum engan kost fyrirfram og við göngum ekki til slíkra viðræðna með fyrirfram skilyrði allra sístum menn eða verkaskiptingu. Því það er málefnið og verkefnið sem hér skiptir öllu og að því þurfa menn að hyggja. Frjálslyndir eru einnig til í slaginn. Og fyrirfram öllum við ekki hafna neinum kosti í því en við höfum talið
að þjóðstjórn í þessu tilviki væri sá sáttagrunnur sem við ættum að leggja upp með. Skilgreina verkin sem þarf að vinna og klára það. Við höfum sagst vera tilbúin til þess að verja minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna falli. Í því felst að sú stjórn taki að sér ákveðin verkefni sem að við höfum listað upp, en hins vegar fæli það líka í sér að við ætlumst ekki til þess að sú stjórn fari út í neinar stórtækar aðgerðir umfram það. Það er að segja þetta væri í raun bráðablaða stjórn fram á kosningum sem verða vonandi sem fyrst. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir er enn á fundi forseta hér á Bessastöðum og við bíðum eftir þegar hún komi út og ræði við okkur fund sinn með forsetanum og hvaða möguleika hún sér nú í stöðunni þegar þessi dagur er að kveldi kominn, og Geir H. Haarde verður síðan í Íslandi í dag á eftir ásamt fleirum. En við ætlum að segja þetta gott frá Bessastöðum í bili, en komum að sjálfsögðu hérna inn aftur leið og Ingibjörg Sólrún kemur af fundi forseta. Þetta er Heimir Már á Bessastöðum. Bestu þakki fyrir það, Heimir Már. Við verðum í sambandi væntanlega innan tíðar. Við skulum fara aðeins í aðra fleti á málinu. Mér líst hreint ekki á stöðuna, segir Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Hann er meðal þeirra sem Sindri Sindrason leitaði viðbragða hjá við tíðendum dagsins. Mér líst ekki vel á þessa þróun. Ég tel að það skipti mjög miklu máli að það sé styrk ríkisstjórn í landinu og að atvinnulífið fái eðlileg starfsskilyrði. Og til þess þarf að? Það þarf að lækka vextina, það þarf að henda út gjaldeyrishöftunum, það þarf að koma bönkunum í hendur einhverja aðila sem að geta þjónað íslenskum viðskiptavinum. Það eru mikil og stór verkefni sem þarf að vinna og er verið að vinna, og ég hef áhyggjur af því að þessi tíðindi verði nú ekki til þess að flýta þeim. Það þarf að koma hjólum atvinnulífsins í gang, það þarf að finna hvar við erum stödd, við þurfum að fá klárar leiðir það hvert við erum að fara og hvernig við ætlum að fara þangað, og það strax. Og þú ert áhyggjufull varðandi fyrirtækin í landinu? Já, ég er mjög áhyggjufull. Það verður annarkvort að grípa til einhverja ráðstafana gagnvart þeim núna, eða þeim fækkar bara dag frá degi, og sama er með heimili. Það verður að hjálpa þeim núna. Auðvitað er það áhyggjuefni að hér verði svona haft á búskapur á næstu árum á fleiri sviðum, svona vantrú á atvinnurekstri og einkaframtaki. En ég held hins vegar að Íslendingar séu nógu skynsemi til þess að koma sér út úr þeirri hugsun sem fyrst. Ég hefði viljað sjá þá gera það sem við í verkalýðshreyfingunni lögðum til í nóvember fyrir hlutan, að setja inn fagmenn sem viðskiptaráðherra og fjármálaráðherra og skipta út stjórnendum Seðlabanka og fjármálaeftirlitsins. Ef þeir hefðu gert það, og þó þeir hefðu bara gert það núna yfir helgina, þá hefðu þeir örugglega fengið vinnufrið fram að kosningum, og það hefði verið mínum að það besta sem hægt var að gera í stöðunni, þó hún sé alls ekki góð. Ég spyr stefnu þeirra sem ætla sér að taka við. Ég segi til dæmis, ef einhverjum dettur í hug að fara að hækka hér tekjuskatt einstaklinga meira heldur en orðið er, þá er bara verið að veita fjölmörgum fjölskyldum náðarhöggi sem er að reyna að berjast við að standa í skilum. Aðalatriðið við þessar aðstæður er að það séu algjörlega skýr skilaboð til umheimsins það að okkar einasta haldreipi núna, samkomulagi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, að við það verði staðið sama hvaða form verður hér á stjórnarmistri. Við ætlum að skipta aftur yfir á Heimi Má sem er á Bessastöðum og bíður eftir að fundi forseta og Ingibjargar Sólrúnar ljúki. Honum er ekki lokið, en við sögðum nú frá því hér í upphafi að ný ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna væri í burðarliðnum Heimir undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur. Ef við útlistum þetta aðeins nánar. Já, það er, samkvæmt okkar heimildum er nánast orðin til ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingar með stuðningi Framsóknarflokks og þá undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur. Og þá auðvitað, samkvæmt okkar heimildum líka, að þá munu ráðherraembætti ekki breytast hjá þingmönnum eða ráðherrum Samfylkingarinnar. Þeir munu sitja áfram í sínum embættum, nema þá það er spurning hver sest í stól Björgvins G. Sigurðssonar, því hann hefur auðvitað sagt af sér embætti þó að forseti biðji hann að gegna því þangað til búið er að skipa á nýjan leik í hans stól. Og þá eru einnig verða að teljast líkleg ráðherraefni hjá Vinstri grænum, að sjálfsögðu Steingrímur J. Sigfússon sem myndi væntanlega taka að sér eitt af megin embættum í ríkisstjórn sem verður þá væntanlega fjármálaráðuneytið, og einnig er varaformaðurinn Katrín Jakobsdóttir líklegur sem ráðherra og líkleg sem ráðherra, og sömuleiðis Ögmundur Jónasson og jafnvel Kolbrún Halldórsdóttir. Þetta eru svona þær heimildir sem við höfum í dag, og einnig að Vinstri grænir hafi fallist á að
beygja þess af í Evrópumálum að því leytinu til að farið verði í stjórnarskrárbreytingar nú í tíð þessara stjórna sem mun starfa stutt, þannig að hægt verði að setja Evrópumálin í þjóðaratkvæðagreiðslu og það þurfa 2 þing að samþykkja slíka breytingar á stjórnarskrá, þannig að núverandi þing muni þá samþykkja breytingar á stjórnarskránni þess efnis að hægt verði að setja Evrópumálin í þjóðaratkvæðagreiðslu ásamt nokkrum öðrum breytingum á stjórnarskránni. Þannig að næst þegar þing kemur saman eftir kosningar og ef þessir aðilar ná saman áfram ríkisstjórn eða þeir aðilar á þingi sem að vilja að farið verði í viðræður við Evrópusambandið, þá verði það hægt að gera það án hiks og næsta þing getur þá samþykkt án þess að þurfa að kjósa aftur fyrir en kjörtímabili lýkur. Þetta það sem við höfum eftir okkar heimildum og teljast nokkuð nákvæmar og það sé nánast orðið svona, þetta sé svona hirdans kannski svolítið að fara hér en nú Ingibjörg Sólrún Gísladóttir að koma hér út og við skulum tala við hana sem að koma hér út frá forseta og segir okkur hvað þeim fór á milli. Ingibjörg Sólrúns, tilkynntu þú forseta að Samfylkingin gæti myndað nýjan meirihluta á Alþingi? Ég tilkynnti nú bara forseta frá því sem að gerst hefur í gær og í dag í viðræðum stjórnarflokkana beggja og að þessu stjórnarsamstarfi væri í sjálfu sér slitið vegna þess að flokkarnir ná ekki saman þau mikilvægu mál sem hér þarf að ráðast í og það var það sem ég var fyrst og fremst að gera honum grein fyrir og það sé ekki til setunnar boðið, það þurfa að vera til ný ríkisstjórn í landinu, helst eigi síðar en á morgun kraftmikla aðgerðaráætlun í þá heimila og fyrirtækja í landinu. Ég tel að Samfylkingin sé búin að sýna mikið langlundargeð að undanförnu og hún hefur beðið lengi eftir Sjálfstæðisflokknum. Ég orðaði þannig að á flokksstjórnarfundinum okkar í nóvember hafi ég tekið flokkinn eiginlega með handafli og haldið honum áfram í stuðningi við Sjálfstæðisflokkinn gegn því auðvitað að hér yrðu ákveðnar breytingar í okkar stjórnkerfi, ekki síst sem lítur að þessari æðstu stjórn efnahagsmála í landinu sem er Seðlabankinn. Það sem ég tel að þurfa að verða breyting til þess að traust og trúverðugleiki bæði innanlands og utan sé til staðar og við erum búin að bíða lengi eftir því og við bíðum enn. En þið ekki langt komin, mínar heimildir herma að þið séu langt komin með að mynda stjórn með Vinstri-grænum með stuðningi Framsóknarmanna og jafnvel svo langt að ráðherralistar séu farnir að ganga á milli manna? Nei, það er ekki rétt hjá þér. Það sem ég gerði forsetagrein fyrir er að ég er að sjálfsögðu tilbúin til þess að stuðla því að hér verði til ríkisstjórn í landinu með stuðningi ef að því er að skipta Vinstri-grænna og Framsóknarflokksins og að Frjálslyndi flokkurinn komi þá líka að því máli að sjálfsögðu og að slík ríkisstjórn gæti verið undir forystu Samfylkingarinnar og þá ekki mín sem persónu heldur, ég hef áður nefnt Jóhönnu Sigurðardóttur og það stendur. Það er það sem ég gerði forsetanum grein fyrir að gæti verið í spilanum af okkar hálfu. En er ekki, þið hljótið að vera búin að þreifa ykkur eitthvað það áfram, þú talar þannig að það setja mynda kannski stjórn hér á næsta sólarhringnum að þið hafið einhverja vissu fyrir því að Vinstri-grænir, fyrsta lagi, vilji vinna með ykkur í stjórn sem þessari og að Framsóknarmenn muni verja eins og þeir hafa nú ítrekkað í fjölmiðlum að þau myndi gera. Ég hef bara fylgst með því sem þeir hafa sagt í fjölmiðlum og ég hef tekið það trúanlegt sem þeir eru að segja þar. Ég gerir ráð fyrir því að það sé ekki bara einhver hugarleikfimi, heldur sé raunverulegu vilji þar á bakvið. Og ef ég marka það þá tel ég að þetta geti alveg verið í spilunum. Það er bara spurningin að það sé alveg skýr verkefnin sem að unnin verða að því að þetta er ekki bara spurningin hvernig er munstrið, heldur hver eru verkin sem þarf að vinna og þar eru þetta skýrt af okkar hálfu að áætlunin í samræmi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn að hún stendur og það verður auðvitað leiða til lykta deilur Icesave og aðra deilur sem við eigum við á alþjóðlegum vettvangi vegna þess að við þurfum að endurheimta okkar orðstíð erlendis. Nú við þurfum að fara í þessar breytingar á Seðlabankanum í takt við það sem búið er að gera hjá fjármálaeftirlitinu. Nú síðan þarf auðvitað að skoða stjórnarskrármálin og hvaða breytingar hægt er að gera þar. Það sem að ég hef meðal annars talað fyrir er að það væri hægt að sjá það fyrir sér að gera þær breytingar að það þurfi ekki að bjóða til nýra kosninga þó að stjórnarskrá sé breytt, að þjóðin geti breytt stjórnarskrá á milli kosninga. Leggur áherslu að það verði gera þær breytingar á stjórnarskránni núna, að það verði hægt að fara strax í Evrópuumræður þannig að þegar næsta þing kemur saman getur það staðfest þessar stjórnarskrárbreytingar þannig ekki þurfa að fara aftur með það mál. Ég tel mikilvægt að fyrir kosningar, ef þær verði í vor, að þá verði búið að ganga þannig frá málum að þjóðin geti stigið þau skref á næsta kjörtímabili og það sé engar hindranir í vegi þess.
Forsætisráðherrann fráfarandi sagði að Samfylkingin væri í tætlum þegar hann tilkynnti það að stjórnarsamstarfinu hefði verið slitið og þess vegna sé ekki lengur hægt að vinna með henni. Já, þetta auðvitað bara rangt hjá forsætisráðherra og formanni Sjálfstæðisflokksins og auðvitað eðlilegt að hann vilji kannski snúa sjónarhorninu frá Sjálfstæðisflokknum og að Samfylkingunni. En vandinn auðvitað sá að það búið að bíða lengi eftir Sjálfstæðisflokknum eftir því að hann skili niðurstöðu í mikilvægum málum. Nú hann meira sér búin að fresta hjá sér landsfundinum þar sem átti nú að taka ákvarðanir sem við töldum mikilvægar í Evrópumálum, þær verða greinilega ekki teknar, það er búið slá því á frest. Þannig við erum búin að bíða lengi eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn að hann klári ákveðin mál sem hann ekki fær að gera. Þannig ég held að menn verði bara að líta sér nær þegar þeir tala með þessum hætti. En það verður rætt við formann Vinstri grænna nú í dag? Já, ég er búin að sitja á honum fundi með honum eins og öllum öðrum formönnum flokkana, þannig að við erum auðvitað búin að tala saman, já. Heldur að verði mynduð ný ríkisstjórn fyrir þennan tíma á morgun, annarkvöld? Óskar eftir stjórnarmyndinu? Óskar ég eftir. Ég bara lagði þetta mál við forseta og það er forseti sem metur eftir samtölu okkur öll hvar hann telur að því sé best fyrir komið og með hvað hætti. Telurðu mikla líkur að það verði búið að mynda nýja ríkisstjórn á þessum tíma annarkvöld? Ég tel það allavega ekkert útilokað. Myndu funda með þeim áfram í kvöld, Vinstri grænum? Nei, ég hef ekkert verið að funda með þeim, þannig það er ekkert spurning að funda neitt áfram. Þannig ég mun ekkert funda með þeim í kvöld, en hvort við tölum saman í síma, það er allt önnur saga. Er þessi þjóðstjórnarhugmynd Sjálfstæðisflokksins, er hún algjörlega útilokuð? Hvað er það? Ég tel að það sé engin ávinningur í því að fjölga í ríkisstjórninni aðgerðarleysi. Ég held að þetta hljóta snúast það hvað menn ætla að gera en ekki hvort það verður fleiri að fara í ríkisstjórninni. Þannig að þið farið ekki í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokkum aftur við neinum ríkisstjórn? Við förum ekki undir þessum formerkjum, það gerum við ekki nú. Er eitthvað annað stjórnarmynstur sem kemur til greina? Það er ekkert annað stjórnarmynstur heldur en það sem byggist á stjórnmálaflokkunum. En telurðu meiri líkur á því að þið náu saman þessa stjórn með Vinstri grænum heldur en að það verði mynduð hér þjóðstjórn? Ég bara get ekki það sagt vegna þess að það er ekki ég sem ákveð þetta. Þetta er auðvitað eitthvað sem menn verða að koma sér saman og reyna að átta sig á því hvað er skynsamlegast að gera við þær aðstæður sem upp eru. Ég held að það sé skynsamlegast sá kostur sem ég hef þegar lagt fram. Og treysti Jóhannu vel til að vera forsætisráðherra? Ég treysti Jóhannu allra hvenna best til þess. Hefði ekki verið skynsamlegra? Þá ætlum við að kveðja hérna frá Bessastöðum í bili en við fyrst að kynna einu frétt Ólafur Ragnar forseta sem að talaði hér við blaðamenn fyrr í dag en Ólafur Ragnar sagði að nú væru óvenjulegir tímar á Íslandi og þó hann vildi ekki ræða það í neinum smáatriðum hér í dag þá útilokar hann ekki að verði mynduð utanþingsstjórn ef ekki tekst að mynda ríkisstjórn sem byggir á meirihluta á Alþingi. Guðný Helga. Geir H. Haarde forsætisráðherra kom til fundar á Bessastöðum klukkan 4 í dag og fundaði með forseta Íslands Ólafi Ragnari Grímssyni í klukkustund. Ólafur hélt síðan blaðamannafundar sem hann greindi frá því að hann hefði fallist á lausnarbeiðni Geirs Haarde og ráðuneyti hans. Ólafur hefur beðið ráðherra í fráfarandi ríkisstjórn þar með talið fráfarandi viðskiptaráðherra Björgvin G. Sigurðsson að gegna störfum þar til ný ríkisstjórn hefur tekið við. Hann sagði mikilvægt að hafa í huga 4 verkefni sem umfram allt þurfa að setja svip á þær ákvarðanir sem teknar verða og þá samstöðu sem að vonandi skapast fljótt og vel. Það í fyrsta lagi það brýna verkefni að skapa á ný samfélagslega sátt í íslensku þjóðfélagi. Ólafur Ragnar segir að í annan stað sé mikilvægt að taka ákvarðanir sem eru nauðsynlegar fyrir hag heimila og fyrirtækja í landinu. Í þriðja lagi sé mikilvægt að þjóðin fái tækifæri sem fyrst til að kjósa nýja ríkisstjórn. Í fjórða lagi þá tel ég einnig nauðsynlegt á þessum tímamótum sé hugað að því að skapaður sé farvegur fyrir þá umræðu sem við verðum mjög vör við í okkar þjóðfélagi þar sem fólk varpar fram hugmyndum og kröfum nýja stjórnskipan, endurskoðun á stjórnarskrá, nýtt lýðveldi eins og sumir orða það. Ólafur Ragnar mun ræða við formenn annarra þingflokka í kvöld en það þó ekki búist við því að hann veiti stjórnarmyndunarumboð í kvöld. Já, nú Ingibjörg Sólrún var í spjalli við Heimi Má hér fyrir fáeinum mínútum. Áður en við kveðjum þig Heimir Már, hvað finnst þér svona athyglisverðast af því sem hún sagði að loknum fundi með forseta Íslands?
Já, mér þykir einnig athyglisverðast að mér sýnist hún hafa svona nokkra vissu fyrir því að þessi ríkisstjórn með Vinstri grænum og Samfylkingu með stuðning Framsóknar verði mynduð þó að hún hafi auðvitað ekki slegið því föstu hér en það mátti á henni heyra, hún telji nokkuð líklegt að það verði og þá er bara spurning hvort að forsetinn samþykki það og það er einnig alveg ljóst að hljóðið þannig að Vinstri grænir hafi samið þannig við Samfylkinguna að hægt verði að setja Evrópumálin í þannig farveg að Samfylkingin geti sætt sig við það. Þannig að það eiginlega stóru tíðindin í þessu og hún taldi einnig mjög líklegt að það veri komin ný ríkisstjórn fyrir þennan tíma á morgun, þar að segja innan 24 stunda. Þannig að nú gerast hlutinir hratt og ég er viss að oddvitar þó hún sitji kannski ekki þessa fundi, ég veit ekki líklegt að aðri forystumenn Samfylkingarinnar sitji þessa fundi nýja stjórnarsáttmála, að það verði fundað í allt kvöld og alla nótt, þannig að forsetinn geti jafnvel látið stjórnarumboðið frá sig héðan frá Bessastöðum á morgun. En segjum þetta gott héðan frá Bessastöðum, þetta er Heimir Már fyrir Stöð 2. Takk fyrir þetta Heimir Már. Nú víkur hins vegar sögunni að Sigurði Líndal, lagaprófessor sem segir óæskilegt að starfandi forsætisráðherra boði til kosninga. Slíkt ætti við þessar aðstæður að vera í höndum Alþingis. Það er Sindri Sindrason sem segir frá. Forseti Íslands hefur falið forsætisráðherra að setja áfram þrátt fyrir að hann hafi skilað umboði sínu. Sigurður Líndal lagaprófessor segir forsætisráðherra hafa vald til að boða til kosninga, en ég teldi óæskilegt eða ekki skynsamlegt að forsætisráðherra í starfstjórn eins og þessi stjórn yrði eftir hann beðist lausnar og á að setja áfram. Ég teldi ekki skynsamlegt að hann gerði nema hann hefði þá víðtækan stuðning þingsins til þess. En ef hann hefði ekki þennan stuðning þingsins? Þá finnst mér að hann geti ekki gert mikið eða það væri ekki skynsamlegt á hann að gera það. Hann getur gert það en ég myndi telja að það væri ekki skynsamlegt. Og hver ætti þá að gera það? Já, þá er enginn til að gera það. Erum við þá bara fest í einhverju tómarúmi? Já, þá situr forsætisráðherra áfram og starfstjórnin, hún situr þá áfram. Nú, það er þá þingsins að svara því, vill hún hafa þessa stjórn áfram eða ekki? Og ef hún vill það ekki, þá lýsir hún væntanlega vantrausti þingið á stjórnina. Nú, en það gerir þingið væntanlega ekki nema það hafi þá einhverja stjórn tilbúna, því annað væri algjört ábyrgðarleysi.